Þórir, það var takt þetta lokin en þeir eru komin í úrslit, hvernig er liðið? Bara frábælega, þetta var bara hörku skemmtilegu leikur og mikil spenna, ekkert lið sem að náði að einhvern veginn ná í almennilega fórustu, þannig að þetta var alltaf bara að vera spennandi og sem betur fyrir á vinnu við. Já, þið voru með það fyrir aftan ykkur alveg, hérna stólarnir komist ekkert yfir fyrir en bara það voru 3 mínútur eftir að leiknum, þið voru að spila alveg bara frábæra vörða. Er ykkur þar að líða vel saman sem liðið? Já, ég held að séum að koma mjög vel saman. Þessi nýju bústöður komum með inn og þú veist, við vorum bara mjög þettir og þú veist, virkilega ánægðir með hvernig við spiluðum, einmitt að vera með á svolítið fyrir framan okkur allan tíman og ekkert panik þegar við komumst yfir. Við vorum bara rólegir og náðum að framkvæma það sem við vildum gera og komumst yfir og náðum að vinna. Já, það er svo að segja, við bara tölum þetta liði á KR að maður fylgst með ykkur í vetur, þetta hefur verið svona stígandi í þessu hjá okkur. Kaninn er að bara, þú veist, koma vel út, þessi nýja erlendi leikmaður hjá okkur. Hann var góður og hann var bara, þú veist, gerði vel hérna í kvöld. Já, hann er bara stór og sterkur og kemur með nákvæmlega sem við þurfum inn í liðið og það er bara að spila góð vörn og setja góð skrín og bara, þú veist, hann er frábær liðsmaður og bara virkilega ánægður með hann og svo náttúrulega Toms líka sem kom nýlega líka, hann er búinn að vera virkilega góður og setja mjög mikilvægt skot í þessu leik og bara senustu vikur, mánuðir erum við búin að vera mikil stígandi í okkur og við komum bara fullt í sjálfstæðstin í leik og ætluðum okkur að gera betur enn í fyrra, þannig að það er allavega konur í úrslitaleikin. Nú þurfum við bara að sjá hvernig þetta verður á laugardaginn og bara gera okkur allra best til að vinna. Já, liðið samfrétt að svona jafn stóru leikmenn var planið að spila maður og mannvörn, varst að skipta öllu fyrir þennan leik? Já, bara svona mixa inn svona sitt líka að hvoru, við vorum að skipta, við vorum að gera annað og þeir eru með skiptur í stórumörunum og þannig að við vorum náttúrulega þurfum að setja mikla einbindingu að hægja á Tæv og Basíla því að þeir eru virkilega góða leikmenn og svo náttúrulega eru við með frábæra skiptur í Arnfæri og Basíl og Júla og Pétur. Þetta er virkilega velmanna lið og við þurfum að vera mjög einbittir inn í kvöld sem fannst við vera bara nánast allan leiki, þannig að ég er bara gríðarlega ánægður með hvernig við spilum þennan leik og hvernig við komum inn í hann og sérstaklega hvernig við klárum. Það var alltaf ekkert, þið komið úrslit, væntanlega takið þessa orku frá, við töpuðum alltaf í úrslitum fyrra á móti Val. Þið munið eftir þeirri tilfinningu og ætlið ekki að upplifa hana aftur? Nei, svo ætlum maður allan að reyna svo sannarlega ekki að upplifa það aftur. Við ætlum að gefa allt sem við getum með að vinna þennan leik og við ætlum bara núna að fara heim og hvíla okkur og koma svo með einhverja snilld í gameplan hvernig við ætlum að vinna sjálfum. Stemmingin í Vesturbænum er mjög góð, ég sá það búið að prenta bóli og svona, ekki bara að fá fullt hús hérna á laugardaginn klukkan 2? Jú, ég held að það sé bara mikil stemming fyrir þessu Vesturbænum og bara virkilega gaman að sjá mætingur í kvöld og svo vonandi verður bara kóðan alveg bakkaður hérna á laugardaginn. Flott, gangið vel bara. Takk fyrir.